gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í einhvers konar heimspekispjall samt auðvitað bara lykilmálefni samtíðarinnar. Það er þessi tengsl og samhengi sem við erum alltaf að leita að. Ég heiti Oddný Eir og til mín er kominn góður gestur. Það er Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörnsson, nýdoktor í heimspeki og ritstjóri Hugar sem er tímarit heimspeki. Og það er nýkomið út og er mjög svona, það er bara einhvern veginn, það er svolítið spennandi og það er kraftur í því. Já. Það er auðvitað margar greinar gervigreind og tækni og svoleiðis og svo skrifar þú inngang sem er, ég veit ekki, maður fær pínu tilfinningu fyrir því að við séum mitt á dálítið hættulegum tímum og á svona ögustundi í okkar menningu að inngangurinn er svolítið svoleiðis að þú ert að tala raunverulega þessa tækni sem að getur verið hættuleg en á sama tíma er bundin okkar helstu vonum framfarir. Ógn tækninnar og nýjunga hennar er alltaf samofin voninni framfarir. Ógnin birtist okkur á ýmsa og ólíka vegu rétt eins og tækifærin. Og svo segistu að þú sért ekki bölsýnismaður, þannig að þú ert svona opnar þetta dálítið á, að þú trúir á það að samræðan og skrifin það skiptir máli. Já, ég er ekki, ég er svona, það sem maður kallar svona eitthvað moral panic, ég hoppa mjög sjaldan á þann vagn, mann alltaf líka þekkir það alltaf ekki að kynna sér, það er alltaf mjög svona frægt og ég tala nú aðeins það líka einganginn þetta með að finna einhverja ógn í tækninni og sjá það, hrun siðmenningarinnar birtast þar, ég vitna nú bara í Sókrates sjálfan sem sé bara skriftina sjálfa sem einhver ógn við hugsunina út af því að við förum að skrifa og hættum að leggja hlut á minni að þá munum við fara að gleyma og það er skriftin alltaf bara ákveðið form af tækni þannig að hugur þarna er þemað er náttúrulega tækni í þessum alltaf þemaritt og ég vil þetta þema því að það er náttúrulega bara mjög svona það er svona mikið í umræðinni núna, náttúrulega við erum með þessi stóru mállíkun sem fólk er að nota og beita og velta fyrir sér í rauninu hvað þau og við erum svona pínu að reyna að fikra okkur áfram við að reyna að átta okkur á því hvaða áhrif þetta hefur á samfélagi. Við vitum að það í rauninu verið ekki alveg Við sjáum alls konar svona tækifæri og við getum eitthvað látið að skrifa fyrir okkur tölvupóstana og okkur svona dót en við vitum ekki alveg hvað endar á því að vera það sem að við í raun og veru notum og við sjáum það alltaf þegar koma einhverja svona tækninýjungar að við höldum kannski að við förum að gera einhverja ákveðna hluti en síðan bara er alls konar tækni sem horfið bara á sjónarsviðinu og munum ekkert eftir Þetta er náttúrulega spennandi tímar þar sem við erum að taka þátt í tilraun og svona umbreytingu þar sem við erum einhvern veginn að ná að tengja okkur svolítið upp á nýtt og er það ekki samt spurning hvort að við verðum eiginlega svona tilrauna dýr bara algjörlega þannig eða hvort að við eiginlega erum svona þáttakendur í þessari tilraun meira. Já, við erum náttúrulega einhverjum tilrauna dýrin eða náttúrulega líka og það raun veru fyrir, ég meina með tilkomu samfélagsmiðla að þá erum við náttúrulega sjáum við gífulega mikla samfélagsbreytingu það sem við erum öll eitthvað tilraunadýr og við vitum aftur, það er annars. Samfélagsmiðlar eru ennþá einhverju þróun og þeir eru rosalega nýr í svona mannsögulegu samhengi og við áttum okkur ekkert alveg á því hvernig vera samfélagsmiðlar eftir 30 ár, 40 ár, 50 ár Þetta er alveg... En það er svona, ef við eigum að hugsa til þess að vera vakandi gagnvart smáaletrinu og svona því sem við skrifum undir og samþykkjum til þess að verða ekki bara lokast inn í búri einhverju og verða þannig algjörar tilraunarottur að þá er svolítið kannski óljóst mörguleyti í þessari svona deiglu núna hvað það er einmitt sem er í sjálfu sér hættulegt. Þannig að mér finnst það vera jákvætt í þessari samræðu að það er verið að svona
kannski opna svolítið valkostina, ekki með að setja bara gömlu, henda út allri tækni að því hún sé okkur skeinuhætt eða öllum samfélagsmiðlum eða það er ekki svo rómantík sko. Nei, og við erum ekki, já, veist, ég held að sko það sé líka bara svo óraunhæf rómantík, við erum aldrei að fara, ekki nema sko við verðum bara að það verði einhver kjarnorkustyrjöld og við förum hérna aftur á okkur steinöld sko, að þá erum við ekkert að fara að sko stíga tilbaka sko sjálf sem samfélag held ég sko. Við erum alltaf að fara að þurfa að finna okkar í raun og veru sko nýja raunveruleika, í raun og veru eins og segi sko, við erum, manneskinn er alltaf skilgreind á tækninni sem hún býr við og við erum alltaf að reyna, þannig að sko það sem við þurfum að gera í raun og veru er að endur skilgreina okkur sjálf og átt okkur sjálf á því hvað við erum samofin við þessa birtingum í tækninar. En er þetta ekki líka bara pólitískt mál verðandi, þú veist, notkunin á nýjungunum og nýsköpuninni, þú veist, hvort hún er notuð, að við getum kannski sem þegnar gert kröfu að nýsköpunin sé frekar á sviði upplýsinga og mentunar en ekki á sviði hernaðar, eitthvað svoleiðis. Já, það er sko, það er náttúrulega sko, náttúrulega rosalega mikið nýsköpuninni hefur verið drifin áfram að hernaði. Það er náttúrulega líka það sem að maður kannski verður stundum bara svona að sætta sig pínu við að hefur átt sér rosalega mikið stað. En sko krafan sem við gerum, sko, ég held sko stóru áskoranirnar eru einmitt að sko berjast fyrir því að sko ágóðin sem hlýst af tækniframförunum, að hann rati ekki bara í hendur hérna fáu, heldur til fjöldans. Og það er það sem að sko rosalega mikið og ég meina það er ekkit einskóra sér ekkit við sko samtíman, það er einhvað sem hefur bara einkennt sko baráttuna bæði fyrir og gegn tækninýjungum sko mörg 100 ár aftur í tíman að reyna að tryggja að vinnandi fólk til dæmis fái njóti ákvæmans af tækniframförum en ekki bara kapitalistinni sem eiga framleiðslutækin sko. Já, raunverulega þá sé það dýrt fyrir, verði allt í einu dýrt fyrir suma að tjá sig, að fá að tjá sig að því að tjáningar miðillin sé raunverulega, þú þurfur að borga fyrir hann og jafnvel að þú bara meir ekki tjá þig að því að þú hafir ekki tök á því kannski. En þá eru komin allir bara í þrælavandamál. En hins vegar kallaði á þig út af öðru hugtaki sem er svolítið spennandi sem að þú væntanlega skrifaðir sem er þetta sem tengist þessu nú líklega, sem er þessi vitnisburðavæðing frásagnarinnar og óréttmæt vitnisburðavæðing. Getur þú aðeins útskýrt svona hvað þú varst að pæla þar og ert að pæla? Sko vitnisburðavæðing er hugtak sem ég bý til í doktorsritgerðinni minni, eða doktorsritgerðinni mínu og á við sko í raun og veru hvernig það er að stundum þegar við erum að segja þegar við erum að tala frásögnina, á ensku kalla þetta testimonification of telling, að sko hvernig sumar frásagnir verða að vitnisburði í samskiptum okkar á milli og sumar verða það ekki. Þannig að ég tek oft svona dæmi sko, ritgerðin mín fjallar og er svona hefst á í raun og veru umræðu sko kynferðislega áreitni og umræðum kynferðislega áreitni og er svona römmur svolítið í kringum MeToo-byltinguna og umræðin í kringum hana og þá og ég tek dæmi að því sko hvernig ef þú kæmi til mín til dæmis og verður að segja mér frá einhverju hræðilegu og óvenjulegu sem gerðist og annars vegar með frásögn hún myndi segja mér frá bílslýsi að í svona öllum venjulegum kringumstæðum að þú myndi koma að segja mér að þú hefði lent í bílslýsi og myndi segja mér frá því að þá myndi ég bara taka því trúanlega, ég var ekki að yfirheyra þig einhverja dítelar eða eitthvað þannig. En ef þú verður að segja mér frá kynferðislegri áreitni sem þú róðir fyrir, að þá mun líklega að ég fari að yfirheyra þig og ég og það er það sem ég kalla sko vitnisburðavæðinguna, við breytum í raun og veru frásögnin í vitnisburð sem ég get svona greint og fyrir að ég setja á mig eitthvað svona dómarahatt og fyrir að greina og reyna að skilja betur sko. Og í einhverju leyti að þá er þetta náttúrulega bara hluti af mannlegum samskiptum, vitnisburðavæðingin sjálf sko. Ég er bara, stundum gerist einhver sem er óvinnulegt og við setjum á okkur einhvern hatt eða það hringir einhverjum bjöllum. Því vitnisburður sko, það hugtak úr dómskerfinu, er það ekki? Jú, í raun og veru er sko vitnisburður sko, er sko í það sem kallar félagsþekkingafræði og vitnisburður er bara notaði líka til að lýsa í raun og veru því þegar ég er að
upplýsa þig eitthvað til dæmis, ég að segja þér frá. Bara sem persóna, það þarf ekki að vera inn í neinu kerfi. Ekki inn í dómkerfi, eitthvað þannig. En þau eru sko, ég veit ekki hversu meðvitað, ómeðvitað, þetta hugtak náttúrulega fyrst og fremst lagatæknilegt. Og birtist okkur fyrst og fremst sem lagatæknilegt hugtak. Og vitnið þetta sem verður vitni að einhverju sem gerist. Og þarf að tjá þannig vitnisburð sinn það sem gerðist. Og það sem ég raun og verið að gera í mínu verkefni það að tala það sem ég kalla óréttmæta vitnisburðarvæðingu raun og verið að greina raun og verið hvenar það sem við förum úr því að hlusta bara frásögn og taka viðmælandan okkar trúanlegan og hvenar það sem við förum í hennan vitnisburðarham og förum í hennan yfirheysluham og hvernig raun og verið það birtist í svona kerfisbundnum þáttum þar sem tengist raun og verið því hvað okkur finnst í raun og verið svona eðlilegt eða óeðlilegt að búast við í umhverfinu okkar. Þannig að eins og með MeToo að sko ein birtingamyndin af því að trú ekki frásögnum kynferðisbrot raun og verulega að upplifa það ekki sem fasta eða eðlilega hluta af heiminu sem við búum. Þannig að kalla sem hlusta og bara þekki ekki eða skilji ekki hversu útbreitt og algeng kynferðislega áreitni að þeir eru líklegri til þess að fara að setja á sig einhvern yfirheysluham. Já, og ertu að meina þessi dómur eða stimpill að þetta sé óréttmætt að það séu þessir kallar eða einhverjir sem ekki trúa því svona og finnst þetta ótrúlega og þeir segja þá þetta óréttmætur vitnisburður. Nei, en hann í raun og veru vitnisburðarvæðingin sjálfur óréttmætt. Því að í raun og veru þú ákveði fólk og þú ert líklegri til þess að setja ákveðna hópa í þá stöðu að þú trúir ekki vitnisburði þeirra eða þú trúir ekki frásögnu þeirra eða þú ferð að í raun og veru yfirheyra og meðhöndlar þessar frásagnir sem vitnisburð í staðan fyrir að meðhöndla bara sem frásagnir sem þú hlustar á og skilur. Þannig að óréttmæti birtist í raun og veru í því hvenar við skiptum yfir því að bara trúa frásögnum, yfir því að fara fara í þennan yfirheysluham í raun og veru og trú ekki sko. Þannig að það ekki vitnisburðarvæðingin sjálf sem að þú ert að segja sé óréttmætt? Nei, sko, að einhverju leyti hún svona eðlilegur hluti af barmælega samskiptum sko. Þannig að sko, svo nota þetta líka raun og veru til að lýsa sko, öðru, þannig að sko þá þetta verið svona heimspekilega tæknilegra að sko innan þess sviðs heimspekinnar sem kuldaþekkingafræði sem fæst við það í raun og veru hvernig við vitum og skiljum og hvað þekking sko að þar hefur áherslan á hluti eins og frásagnir MeToo og eitthvað svona dót, þar hafa gengið út á þetta þekkingar element og það snýst þekkingu og í raun og veru það sem skorti einhver ákveð form af þekkingu eða við séum í raun og veru þegar við erum að hlusta á einhvern þá gefum við frásögnum þeirra ekki nógu mikið vægi eða eitthvað þannig og það sem ég í raun og veru gerir líka að segja sko að í samskiptum okkar þegar við erum að tala saman svona, og þetta held ég bara svona almennt vita það ekki bara orðin sem ég segi sem skipta máli það alls konar aðri faktorar sem tengjast inn í það hvenar við skiljum fólk og hvenar við skiljum það ekki og hvaða merkingu við leggjum á orðin sem þau segja og og það sem ég raun og veru í minni ríkirði líka að leggja áherslu á það sem ég kalla svona og mikla áherslu á vitsmunina við séum að hlusta á einhverja setningar og einhverja staðhæfingar og við erum að greina þessar setningar og þessar staðhæfingar í staðan fyrir að skilja raun og veru svona miklu víðara net af raun og veru hrifum svona tilfinningum og raun og veru svona staðsendingu okkar innan inntak sem óljóst svolítið kannski og ekki hægt að svo náttúrulega verða að skjóta inn þegar þú nefnir þekkingafræði, maður hugsa því að í heimspekinni hefur þekkingafræðin oft verið svona sko undirsvið, ekkert svo algengt, þú veist, ekki eins og siðfræðin eða svoleiðis, en núna kannski út af gervigreindinni, þá þekkingafræðin allt í norðinsaldið aktúel hugmyndum einmitt hvernig menn fá þessar upplýsingar sem tengist auðvitað þessu, hvernig við fáum upplýsingar annað fólk oft á samfélagsmiðlum og kannski fjölmiðlum, þessum fáu fjölmiðlum sem eftir eru í þessu reynslu sögum til dæmis að því að margir
fagna því að það sé mitt loksins kannski byrjað að gefa gaum, ekki bara rök, þú þurfur ekki að standa fyrir máliðinu heldur, þú bara megi segja þína sögu, þú megi bara svona og koma fram í kannski viðtali og þetta náttúrulega heimildin var og fleiri fjölmiðlar undan gefa þessu pláss og þessum sögum, reynslusögum og einmitt mjög oft þetta eru oft fórnarlemb ofbeldis og kynferðisofbeldis sem koma fram og þessu höfum við nú fagnað mikið held ég svona sem að pælum í frásögnum líka og bara í réttlætinu af því að það vitandi að það er virkilega vöndur, það er ekki nóg að vísa bara til dómstólana af því að dómstólarnir hafa kannski ekki hlustað nóg og tekið nóg, afgreitt svona mál út af formgöllum út af borðinu og þá einhvern veginn verður að gefa þessari frásögn pláss og svo hinbóin kemur þetta svona ferða út í öfga fólki finnst þetta að vera svo yfirgengilegt sem ekki endilega og þá er það ekki dómur á fólki sjálf kannski heldur bara á þetta form að það sé raunverulega þessar reynslusögur og hvað er það ekki fórnarlambsvæðing og svo leir sem mikið rætt núna, eða sko svona í annan veginn að þá til dæmis ég myndi alltaf að segja stór hluti af því sem mikið af svona réttindabaráttu og eins og MeToo-byltingin snýstum og þetta er að fást við mál sem í grunninn dómskerfi myndi aldrei geta gripið bara út af því hvernig við höfum hannað og hugsað dómskerfi í vestrænum samfélögum að það var margt af þess eðlis að við þurfum að takast á við það samfélagslega en ekki lagalega. Það eru bara svona ákveðnar, auðvitað er fulltamálum sem eiga heima í dómskerfinu út af því að þau eru bara með augljós brot, en það margt sem hefur einmitt með bara mannleg samskipti að gera sem bara, við þurfum einhvern veginn að díla við sem samfélag í okkar svona interaction hvað svona fórnarlambsvæðinguna varðar ég veit ekki alveg það er í það er mjög lengi verið talað fórnarlambsvæðingu í kringum það að fólk fá að tjá svona frásagnir á meðan þessar frásagnir og tjáning þeirra hefur líka verið einhver grundvöllur fyrir því að breyta í raun og veru einhverju svona skinnbragði okkar fyrir því. Það er með það líka sem ég er að tala með hvernig við breytum á hverju við hlustum og hverju við skiljum og hvaða frásagnir við tökum trúanlegar og hverjar ekki að þá þurfum að breyta pínu skinnbragði okkar fyrir veruleikanum og í mínum huga þá eru svona frásagnir oft með mikilvægir í því elementi og ég veit ekki mér finnst svona óljóst stundum hvað fólk á við með fórnarlambsvæðingu. Það er einhvern veginn ég veit ekki, þekkjum við ekki öll einhver fólk sem er mjög gjarnt á að svona að finna sig alltaf sem fórnarlamb og ég allan ekki svona mér finnst ég ekki sjá það sem eitthvað svona ríkjandi einhverja stemmingu í samfélaginu þó að það einhvern veginn birtist alveg stundum í einhverjum ákveðnum hópum Nei, ég verð að segja að það er nú kannski meira svona einmitt undantekning, kannski fólk sem á erfitt sálfræðilega og farað að upplifa sig sem svona mikil fórnarlamb af því að manni finnst eins og það að vera fórnarlamb sé ekki svona bara tilvistaleg staða, þú ert bara alltaf fórnarlamb, heldur ertu alltaf bara með krossin á bakinu, heldur er þetta eitthvað sem þú lendir í og er staða sem þú eins og áfallið annað, þú lendir í að vera fórnarlamb en síðan væntanlega vinnur þú úr því og eitt af tækjunum til að vinna úr því er þessi frásögn sem að Já, og ég meina, svo ertu líka með það, stundum ertu bara að vinna, þá er kannski líka svona hlutir, hvað heima í opinberu rými og, hvað útkljári með vinum og vandamönnum, en það er verið, mikilvæg þáttur í raun og veru að opna á, ég meina, við þekkjum það alveg að, það að einhver komi fram með einhverja mikilvæga frásögn. Það er alltaf fræga máli núna í Frakklandi, nauðgunarmáli sem var í haust og ekki. Það sem fjöldi kvenna kom fram, hún ákveður að fara og gera þetta opinberlega máli og þá kemur fjöldi kvenna fram og segir sína sögu líka. Þannig að svona fordæmi eru líka mikilvæg í þeim skilningi að opna á og gera fólki kleift að opna á okkur umræðu og ég held að þegar við erum ég veit ekki, núna er þessi fórnarlambsvæðing sett í samhengi við þetta núna, þessa umræðu núna ók og
sjálfsmiðapólitík og eitthvað svona dót sko og þar samt sko til þess að geta sko stundað einhverja svona pólitík sem hefur einhvern veginn réttlætið ætla sér að hafa réttlætið sín megin sko þá þurfum við líka að vera meðvituð alls konar breytur og við getum ekki verið almennilega meðvituð það nema við höfum þetta skimbrað sko og til þess að hafa þetta skimbrað þá þurfum við að heyra þessar sögur sko og læra og skilja ólíka birtingamyndir bara mannlegs lífs. En það kannski í einhvers staðar þótt að sé kannski ekki beint tala það þá finnst mann eins og að sé varðandi þess að vókumröð og þá kannski það svolítið spurningum hvers konar fórnarlamb fólk telur sig vera þar að segja kannski sumir sem að gagnrýna það get ímynda mér að fólk komi alltaf fram sem einstaklingar og hafi lent í einhverju sko á meðan kannski sumir líta á að heill flokkur fólks eða fólk út á jaðri séu raunverulega fórnarlömb bara út af sinni stöðu einhvern veginn og út frá kerfinu eða svoleiðis og þá alltaf mikilvægt að svona ákveði það þykir oft svona réttmætt hvað var aftur hugtakið réttmætt frásagnar vitnisburður réttmættir vitnisburðir að koma og segja stöðina ég fátækur maður og ég fekk ekki ég fekk ekki raunverulega tækifæri og svoleiðis og svo þegar þú ætlar síðan að fara út í það og svo var mér nauðgað og einhver var vondu við mig persónlega og þannig þá kemur einhver lína sko það svona einhver óþol fyrir því að það sé bara ákveðin tegundar af vitnisburðum, ég get ímyndað mér það sko. Já, það sko í einhverjum sko, það náttúrulega þannig líka sko að það ekki bara ef við bara horfum sko tilbaka sko þannig að sko þegar við erum að hugsa eins og marxisma eða eitthvað þannig dót sko, það sem að það er verið að reyna að mynda einhverja til að stéttavitund sko, að það ekki nóg að vera bara af stéttinni skilur, þú þarft líka að eiga eitthvað, það er að tala um þetta class consciousness, að vera eitthvað meðvitað að vera með stéttavitund, að þekkja til og greina í raun og veru stöðina sko, það er alveg mikilvægt element líka í því þegar við erum að eiga þetta samtöl, að greina í raun og veru í sundur, hvað eru persónulegir þegar við erum að hugsa í einhverjum hópum sko. Persónulegur harmur minn hvað er persónulegur harmur minn en hvað er afleiðing gæfurinn og kerfisbundin í mismunun og hvernig þurfum við að analýsera það og greina það og og mér finnst bara sko þannig að ég hugsa sko þannig að sko svona ólíkar mismunarbreytur eins og þau talað sko að þær séu notaðar sem einhver svona faktor og við greinum og notum þær held ég að sé alltaf mikilvægt en síðan einhver svona, ég veit ekki svona verður til alltaf einhver svona kergja og þetta er alltaf líka bara persónur og leikendur þar sem að það verður einhver svona skrítin dýnamík í einhverjum hópum sem ég held að sé líka bara afleiðing af mannlegum hópum til að byrja með sko þannig að sko við erum alltaf einhvern veginn líka bara, við skiljum suma betur en aðra og það myndast einhverjar fylkingar innan minnstu hópa jafnvel sko. En svo það náttúrulega líka ef það væri bara þetta að fólk kæmi fram og bæri vitni og kæmi fram með sinn vitnisburð og sem varpaði kannski ljósi á hlutskipti fleiri í sömu stöðu eða í sömu hópi eða svoleiðis þá er þetta náttúrulega, við getum ekki annað síðan það sem jákvætt og hluti af einhverju vitund, bara vitundarvakningu. En svo kemur dómurinn sko, þú veist, þessum talaðum, þú veist, og þá það, kemur líka inn á voki, þetta með kansilir, þessar aðferðir sem eru notaðar þá, þegar fólk kannski, einstaklingar og hópar taka sér saman og ákveða að taka svona dómsvaldið í sína hendur sem sumir segja, sem náttúrulega ekki hægt að taka dómsvaldið í sína hendur, en svona, Ég meina stór hluti, ég meina mjög sko virkur hluti til þess að feministri baráttu, þú veist, ég man svo rosalega eftir í kringum aldamótin, þá til dæmis var það voru svona limmiðar, það var mjög mikið, mannst eftir þess að voru að líma, einhverja líma, ég man ekki hvað stóð á þeim, en það voru, ég veit hvað gerðir eða eitthvað þannig og það sem að sko, einmitt, menn brutu á konum og síðan var ekkert sem tók við og það var engin samfélagi tók hvergi við og
og brást við og þá einmitt tóku þær og þá var kallað dómstóll götunnar að fara og gera eitthvað í því. Og það samt sko líka sko, málið sko við sem samfélag erum með fullt að leiðum til þess að í raun og veru refsa fólki sem ekki í dómskerfisins sko. Þú veist, ég meina þú ert á vinnustað og það einhver hræðileg týpa að vinna með þér og það, þú veist, hann verður fyrir hunsun eða útskúðun eða eitthvað þannig. Þú veist, það mjög eðlilegt form af því að búa í samfélagi. Raun og veru sko einhverju leyti sko, mætti sko segja að sé einhver svona birtingamynd sko einstaklingshyggju okkar samfélags að við erum ekki lengur með samfélagslega leiðir til þess að leysa úr alls konar svona kreppum í samskiptum sem við erum að kljást við. Og við þurfum einhvern veginn að leysa út í hvert og eitt fyrir sig einhvern veginn og það endar í einhverjum svona, oft einhverjum í haðningavegum á internetinu, skilur við. Já. Og því við kunnum ekki lengur ef við einhvern veginn, þannig að sko, en þetta með sko dómstólinn og vera að dæma, ég veit ekki, sko, fullt af því sko þetta eitthvað sem hefur verið sko hluti af alls konar réttlætisbaráttu síðan bara, ég er að lesa eitthvað frá 19. öld eða 18. öld eða 20. öld og þá sér maður ennþá sko það sko þessi umræða sko í raun og veru að vera sko hreinn í sinni trú á réttlætisbaráttuna til dæmis, hún gengur einhvern veginn á báða bóga. Annar vængurinn sakaður að vera í dyðaskreitingum eða einhverju svoleiðis sko. Kallar farisegar jafnvel, einhvern tíma sá ég það á netinu og á meðan sko hins hópurinn síðan á sama skapi einhvern veginn að segja að já, síðan einhvern veginn aðraun vera að bá svona sína eigin hreintrú sko. Þannig að þetta einhvern veginn, ég veit ekki, þetta verður eitthvað svona mjög skrítin mér verður oft svona mjög hugsa til trúalegar umræðu sko, hver hreintrúar og hver ekki og hver authentic í síni trú og eitthvað svona tótt sem bara gífulega erfitt að meta bara sko, þegar þú þekkir fólk ekki persónulega eða að hverju fólk gengur sko og síðan stórir þau alla bóa einhvern veginn og það er rosa erfitt einhvern veginn að feta sig í því sko. Já, hvar á að draga þessi línu, hvar óréttmætur vitnisburður og hvar er réttmætur vitnisburður. Þegar þú ert að biðja einhvern að segja sína sögu þá einhvern veginn það í hlutarins eðli fyrst manni bara þú segir þína sögu og átt ekki með að vera með þennan dóm í hvaða form frásögnan á að falla kannski. En það er það sem við líka, sem er merkilega mikil meðvitund virðist vera bara bókmyndafræðilega merkilega á samfélagsmiðlum, hvað menn eru svona vakandi fyrir því hvers konar frásögn á sér þar stað sko. Og sérstaklega með þeir komið út í þessa viðkvæmni. En ekki spurningum eitt er að þetta mótmæla menningin og allt eins og þú segir frá 19. öld og víðar er inn í þessu. En er ekki einhver mörk þar sem að sko þar síðan að endurskoða sem sé svo að einhverju sé slaufað á vinnustadi eða á netinu eða eitthvað svoleiðis og þá kemur þessi svona spurning en hvað með þá réttlæti þar að segja ef þetta er ekki réttmætt þá þarf að eiga sér stað einhver samræða væntanlega eða einhvers konar endurskoðun Já, sko, þetta er náttúrulega sko, þarna er náttúrulega sko einmitt þetta, svona, það er ekkert ritual sem við höfum til þess að rétta þetta af, sko, það er einhvern veginn, við höfum einhvern veginn tapað því út úr samfélaginu, sko. En höfum við einhvern veginn haft það? Ég meina, ýmis þjóðfélög hafa haft alls konar form, það sem það eru táknarinnar gjörðir, sko, og ég raun og veru, ég meina, ef við kannski hugsa Íslands samfélag þá kannski, þjónaði kirkjana einhver leiti þessi hlutverki, ég meina, þú fóst með einhver það var eitthvað ósætti og það var hægt að fara til pressins og hann var einhver, sko, svona arbitrator, sko, sem að, reyndi að sætta fólk, ég meina, það er alveg til og ég meina, og í ýmsum samfélögum að þá oft er þetta trúarleiðtogar á einhverju leiti sem sinna þessu hlutverki. En sko, ég veit ekki sko með að reyna að finna einhverja leið til þess að sko rétt, þú veist að pæla í sko ef að það verið svona eigið sér óréttmætt slaufunstað, það sem þú ert að pæla í. Já, ég var svona, af því að það er eiginlega það sem að kannski þeir sem að hrópa hæst fórnarlambsvæðingu. Já. Finnst mér oft hanga á spýtunni að verða að kvarta þá yfir einhverju sé að gera sig að fórnarlömbum og búa til þá
Já, ég sko, auðvitað sko vitu, alveg örugglega til dæmi að sem sagt það eru fjöldi dæmi örugglega til slaufun sem á sér stað út af því að það verður til einhver svona músefjun sko. Ég held að hún sé örugglega mjög ofmetin búin saman við í raun og veru árangurinn sem hefur líka bist sko og umræðinu sem af því hefur hlotist, en ég held líka við, það líka þetta sko element sem ég held að við séum að einhverju leiti öll sammála sko að við viljum sko í flestum tilvikum geta að tala saman sem fólk og komast að einhverju niðurstöðu saman að það sé ekkit endilega alltaf best að henda einhverjum undir lestina þó við líka drögum mörk þar, ég meina við sko það er líka til mjög alvarlegir sósíópatar sem bara eru hættulegir og við viljum bara slaufa skilurðu eða skilurðu og þeir mega frá einhver aðstoð en þeir eru til dæmis ekki kannski að vera í sviðsljósinu skilurðu en ég sko þannig sko ég veit ekki hvort við höfum einhvern góða mekanisma, ég held líka sko það sem gerist sko á samfélagsmiðlum líka svolítið sérstakt að sko þegar þú endar í einhver hringiðu þar sem spjótin beinast til dæmis að þér að þá sko verðum við oft pínu sturluð hvað varðar að halda að það séu allir að horfa á þig sko. Það er annað, ég er aðeins í pólitík líka sko, þar sér maður líka hvernig sko einhver mál fara og verða einhverju sko einhver spjótin beinast að þér mikil umfjöllun í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum en þetta er kannski bara örlítill hópur sem er að ræða málin og bara fer út fyrir þennan hópa þá kannski veit enginn hvað er að gerast sko. Það er einhver undirþráður við undirþráð kannski og allt lífið snýst það á því augnabliki sko og það er það sem er líka svo oft erfitt við sko út af því að við erum sko samfélagsmiðlum það sem er svo erfitt til dæmis í samfélagsmiðla er sko að áhorfendahópurinn er hvort tveggja senn kannski bara pínulítill en hann er potentially endalaus og og síðan vitum við ekkert sko þegar við erum að tjá okkur þetta samfélagsmiðlum að þá vitum við ekkert alltaf hver áhorfendahópurinn er þannig að við erum einhvern veginn að stilla okkur af og orðahlutina okkur hátt þeir kalla context collapse líka það sem að þú ert einhvern veginn að þú ert með ólíka hópa viðmælenda og þú veist ekki alveg hvernig átt að snúa þér, hvað brandara má ég segja, hvað ekki. Ertu á pólitíkus að hugsa svona með PR-meistaran við hönd? Já, en svo bara fólk líka. Ég meina, þú ert bara að posta á Twitter. Ég meina, þú veist ekki, þau byrja greininda bara þegar sko sjónvarp og útvarp fara að vera svona víðtækir miðlar að þá ertu alltaf komin í stöðu þar sem þú ert alltaf að tala við miklu breiðari hóp og hann er einhvern veginn bara eitthvað svona general audience þannig að þú veist ekkert alltaf sko og það er það sem er svo erfitt þú kannski postar einhverjum brandara sem þú segir í vinahópnuðinum og kannski alltaf að segja en ef einhver tekur nú samhengi að þá er hann alltaf kannski orðin eitthvað viðkvæmur sko og og í raun og veru svona ákveðin hugtök sem þetta, ég meina hugtök í Vogue til dæmis er mitt svona dæmi hugtök sem verður fyrir því sem mann getur kallað context collapse þar sem hann birtist í ákveðinu samhengi færist síðan í annað og síðan verður fyrir árásum úr þriðju áttinni einhvern veginn og það er svona algjörlega óljóst hvað það þýðir á hverjum tímapunkti þannig á hverjum tímapunkti að ræða við fólk að þá er fólk að tala ólíka hluti og ergjast kannski yfir ólíkum hlutum þetta er bara context collapse og bara við þú býður í giftinguna þeina og þú býður 5 ólíkum vinahópum í giftinguna þeina og þeir eru hver með sitt svona samhengi og ná ekki kannski að ströggla með samskipti sín á milli sko. Er þetta eitthvað, mætti eitthvað svona content collapse, mætti segja eitthvað svona einhverju merkingarhrun eða þannig? Eða er það ekki? Já, svona hrun er svolítið, ég hef kallað þetta samhengishrun en það er eiginlega svona pínu vandarsamt út af því að collapse er eiginlega þetta er svona kollapstöka, þetta er að falla saman sko. Já. Þannig að það verður svolítið svona óljóst sko. Og svo er þetta sem kallast líka Vogue-rán eða sem er einhverjir, eða hvað heitir það svona þegar einhver orðræða er tekin yfir sko, eins og þetta með fórnarlambið þegar raunverulega
ofbeldismennir eru allt í orðnir fórnarlömb slaufunarinnar og þeir sem verða fyrir slaufun tala sig sem fórnarlömb og eins með til dæmis þá sem hafa einhver völd eða hafa einhver tækifæri eins og tala elite capture líka talaðum. Já. Þannig að elítan taki einhvern veginn yfir og það annað svona sem tekið upprunalega að tala sko þegar sko millistéttin í Afríku að það nýlendu þjóðunir að missa tökin á þjóðunum og það einhver frelsisbarátta og sem kemur í raun og veru millistéttin í þjóðinni sem í raun og veru tekur yfir og ekki lengur að vinna hagsmunum allar þjóðunar heldur bara sinna eigin sko og þetta síðan notar sem hugtak líka til að lýsa í raun og veru hvernig einhvað eins og woke eitthvað þannig yfirtekið í einhverju umræðu sko ég veit ekki, sjálfur ég svona báðum áttum með gangsemi þessari greiningar sko fyrir svona réttlætisbaráttu sko. Vók hugdagsins þá? Já, til dæmis sko. Og það er svona önnur, það er þetta sjálfsmyndapólitík, identity politics og einmitt cancel culture eða, við erum með alls konar svona hugtök, við erum með hrútskýring og gaslýsing og allt þetta sem einhvern veginn verða einhverju fari einhvern graut sko. Já, og mikið svona nota núna það er einhver þörf fyrir að lýsa einhverju viðsnúningi á þegar einhver tekur upp baráttu eða tæki til baráttu og notar það gegn þeim sem er að berjast gegn og eins og til dæmis núna þegar að sjávarútvegsfyrirtækin fara með herferð sko eftir að kannski þeim eru sett einhver mörk að þá bara skella þeir á herferð og tala síðan sig sem fórnarlömb og réttlætra aðgerða og svoleiðis og eru mjög sannfærandi kannski fyrir suma sem ekki vita betur sæði eitthvað vídeo þannig að það eru þetta þörf greinlega á því og þess vegna finnst manni eins og þetta sé óvenju mikil notkun á þessum gaslýsingar Já, en mér finnst sko eins og þetta svo hugsa maður hugtak eins og gaslýsing eða hrútskýring til dæmis sem fóru mikinn fyrir nokkrum árum síðan líka rosalega gagnleg hugtök þau sem fatta sko, alveg bara, ég hef svo sannarlega lent í þessu dæmi og síðan síðan eitthvað sem heitir svona kannski pólitíska samfélagslega umræða þar sem að sko hugtökin takast í ýmsar myndir og fara í ýmsar áttir og þá þarf maður einhvern veginn að takast á við sko, á ég að gefast upp á hugtökunum þó þau sé gagnleg út af því að þau hafa einhvern veginn spilst í umræðinni ég svona tek stundum dæmi sko umhverfisvernd til dæmis að sko umhverfisvernd hefur oft loðað við vinstrivænginn og var lengi vel svona hugðarefni vinstrimanna að vera í umhverfisvernd og síðan hefur þetta orðið að mikið breiðara og allir flokkar á pólitíska ásnu núna einhvern veginn bera fyrir sig umhverfisvernd og það grænt kapitalismi og okkur svona tótt sko og ég hugsa skilur aldrei myndum við sko gefa upp á bátinn sko umhverfisverndarhugtaki þó að sko annað fólk fara að beita því fyrir sig líka fyrir einhver sem ég myndi kannski halda að væri bara mjög skaðalegt sko, í stórumyndinni. Þannig að maður líka sko, við þurfum einhvern veginn að líka átt okkur á því sko, hvaða hugtök eru mikilvæg og ég held sko allan í mínum huga eru fullt af þessum hugtökum bara mjög sko, þau merkja líka eitthvað mikilvægt sko og við meðum ekki alveg gefa það algjörlega upp á bátinn held ég þó að þó að sko einhver umræða spillist sko, ég meina þú bara talandi eitthvað eins og identity politics eða sjálfsmyndapólitík sko sem ég ætla í mínum huga sko á bara mjög skýrar og merkilega rætur og stundum líka sko sé ég fólk sko ég sé fólk sem sko hafnar sjálfsmyndapólitík annarkvort sko hafninni út af því að það vill í raun og veru fá að segja sína rasistabrandara í friði eða það í raun og veru trúir því sem sjálfsmyndapólitíkin snýst því að við þurfum að viðurkenna við þurfum að vera meðvituð ólíka breytur þegar við erum að berast fyrir stéttamálum að þá þurfum við líka að vera meðvituð kynjamálin því að þau skipta máli inn í því og sko þannig að sko fólk kannski fer þá leið og er raun og veru að tala eitthvað eins og hafna sjálfsmyndapólitík en fer síðan að tala eitthvað sem ég myndi kalla sjálfsmyndapólitík sko. Já, ég tek eftir þessu líka bara núna þessa dagana en þá kannski líka spurningum
sko einhver hugsjón sjálfsmyndarpolítíkurinnar sem sagt, eða svona hugmyndafræði, ég veit ekki, einhverja von og svo hins vegar leiðirinn sem ætlar að fara að því sko, sem að mér finnst kannski verið að hafna svolítið, eða þegar verið að segja þessi leið eða svona, praxisinn sko. Já, það er einhver svona praxis sem er einhvern veginn að fara bæði fyrir brjóstu á fólki og síðan er náttúrulega líka, ég veit ekki sko þegar að sko ég fer að fylgjast með feministkri baráttu aldamótin, seinustu svona 4 years að sko þá sko var sko praxisinn, hann var alltaf til gagnrýni, það voru límiðarnir voru gagnrýndir, en það var líka bara hvernig fólk orðaði hlutina, þú áttur að kalla jafnréttissinna en ekki feminista, út af því að það var ekki alvöru jafnréttis að vera feministi og svona, alls konar svona umræða sem fyrir gang og þannig að og þetta er sko afsprengjaði líka að þetta er grasrótarbatteri og þú þarft ekki að kunna eitthvað kennivald utan að til þess að fá að taka þátt. Það getur bara hver sem er stokki á vagnin að fengi að vera með. Þess að gera þannig að líka þetta verður, stundum verður bara miskilningur eða fólki með ófullnægjandi hugmyndir hvernig það er að beita hugtökunum, fullt af fólki sem kalla sig feminista og einhvern veginn telur sig verið að berjast fyrir kvenréttindum sé ég og horfi og segi nei, heyrðu, þetta gengur ekki, sko. Við getum ekki farið þessa leið. En, það þýðir ekki að ég ætla að segja, eigi þið bara feminista hugtaki, ég ætla að hætta að vera feministi, skilurðu. Og það er alls konar svona finnst, þannig að það er alltaf einhver praxis sem að maður mun sjá og vera bara eitthvað, nei, þetta er ekki nógu gott. Það er alltaf eitthvað vesen, eins og í lýðræðinu líka og í öllum þessum hugtökum. Já, bara í hópum. Er ekki hópum, þess vegna kannski svo auðvelt fyrir þá sem að trúa á íþróttir að tengja til dæmis þjóðerni stolt við árangur íþróttaliðs, því það er svo einfalt. Það er áhættulaust og ég meina þetta er bara snýst það að þú vonir að þetta lið skori fleiri mörk og það er ekkert mjög flókið kannski, á meðan að kannski ef þú tengir þjóðerni við ýmislegt annað, þá þarf þetta alltaf að vera einhvern veginn, er ég Íslendingur, vil ég vera í sama flokki og þú, vil ég kalla mig Íslending af því að Íslendingar eru svo alls konar, eða vil ég vera í þessum flokki, vil ég vera feministi ef að feministarnir eru flestir að gera eitthvað sem ég er ósátt við. Þannig að þetta ekki bara samt svona eiginlega jákvætt að það sé verið að ræða skilgreina, nú er talað þetta, nú heyrir maður mjög mikið að það verið að gera grín að vinstrafólki og sósíalistum og vinstrigræðum líka og að þeir séu alltaf að reyna að skilgreina sig og þeir séu fastir í hugtökunum og raunverulega bara gleymi allir bara át af því þeir séu að pæli hvort þeir séu vók eða anti-vók og svona. Sem ég finnst líka vera auðvitað, skiljanlegt og sorgrætilegt, en að einhverju leyti fallegt eins og þú ert að segja að þetta er grasrótarsamtök oft og það er í grunninn höfnun á því að það sé eitthvað æðsta kennivald sem segi hvernig þú átt að tala og hvernig þú er að tjá þig og svo séu aðstoðarfólk, svona PR aðstoðarfólk sem að hjálpa þér að segja nákvæmlega rétt, sko. Einhver leyti er að jákvæða þér að það sé bara þetta frelsi. Já, einhver leyti, ég held samt, það sem gerir, gerir hreyfingu kleift að vera, hafa virkni eða að koma einhverju til leiðar, er náttúrulega líka að vera með sín, og það er stundum það er stundum það sem er verið að reyna að skerpa og það náttúrulega logar allt einhvern veginn í einhverjum deilum til dæmis hvað við að leggja áherslu á hverjir eru hverjir ætla að reyna að koma til leiða fyrst einhver svona barátta að hafa einhvern fókus er náttúrulega einhver sem þarf að gerast í á einhver grasrótarleveli en myndar einhvern fókus sem fólk þar síðan svona einhvern veginn að fylgja sér saman sem er það sem er svo erfitt en þannig að já, en mér finnst þetta með þessa sérstaklega þessa svona almennu útbreiddu réttlætisbaráttu eins og vókið og allt þetta snýst og svo er náttúrulega annað element í því sem ein af ástæðan fyrir velgengni feminisma og hinsegin baráttu og baráttu baráttu gegn kynþáttamismunum ein af ástæðan fyrir velgengni þeirra er að það sker á einn pólitíska ás
Ég held að sko, stundum gleyma vinstri menni að sko, það líka til hægri menn sem vilja jafnrétti kynjanna sko, og eru feministar og það eru meira sér til hægri menn sem eru umhverfissinnaðir, skilur og eina ástæðan fyrir velgengni þessara hreyfinga sú að þetta sker hinn pólitíska ás, alveg þvert og þverran endilangan, þó að sko við getum verið mjög ósammála það hvernig við komum til leiðar og hvað í raun og veru, hvað réttmætt birtingamynd lausnana væri, sko. En það einhver svona, við finnum alltaf einhvern lægsta samnefnara til þess að vinna ákveðnum málum, sko. Þannig að það næsta ákveðin sigur alltaf þar, sko. Á meðan sko stéttaelementið sem vinstri mennir eru mjög mikið að pæla í, að það ekkert allir sammála það, ekki einu sinni sko þó þú færiði yfir til samfélkingarinnar, skilurðu mig, skilurðu. Þannig að strax fara að losna undan bara þar, sko. Þar samt nærðu, ef þú fókuserar bara á stétta baráttuna, að þá samt nærðu kannski til flokks fólksins og jafnvel miðflokksins einhverju leyti. Það er að segja í gagnrýni til dæmis á menntaelítu og svona ef þú tekur stétt sem einhver undirmálsgagnvart, ef þú stillir óvinnunum upp sem ekki auðmanninum heldur menntaelítunni. Þannig að þá ferðu eiginlega, þá ertu allt í nú konum með band, þá ertu með svolítið stórt bandalega ef að menntakonan eða menta... Sem ég finnst alveg stórkoslegt, sko. Þegar ég ennlega lít nú að teljast til einhverja mentaelítu, sko. Ný doktor og einhverja menta- og menningarelítu, sko. En, síðan líka bara svona smiðs og ritara og Keflavík, sko. Þannig að, og það það sem ég finnst líka svona erfitt líka stundu þegar að vera að tala sko talandi sko svona innflutt orðræði og það stundu tala woke og identity politics sem einhver svona innflutt orðræði að þau til dæmis umræðan elítur líka rosalega innflutt og því sko elítur til dæmis í Bandaríkjunum allt öðrum kaliber heldur en elítur hér. Jú, við eigum að vissulega elítur, ég alls ekki að segja það sko, en það líka bara allt annars konar hreyfanleiki og það eru allir og ammaðir með háskólapróf í Íslandi. Það bara rosalega mikið fólki með háskólapróf og við erum með annan fótinn inn í einhverjum af okkur mörgum háskólum. Og þekkir sko þannig sko svona kynnin af æðri menntun eru miklu víðar og breiðari heldur en við þekkjum í mörgum öðrum löndum. Og ég var mjög erfitt að setja mig, og það er líka sko við hugsa sko, ég elíta á einhverju leveli, en á öðru leveli ég það ekki, sko. Það kemur að líka hvort að elíta verður einhver svona það þú sért menntað að gera sjálfkrafa elítu eða það að þú sért í fílabeinsturni og sért bara að hugsa hversu marga punta þú færð fyrir að vera hérna að skrifa þennan inngang eða hvort þú ert að hugsa að nota þína upplýsingu og þekkingu til þess að búa til meiri samræðu, grundvöll og hérna samfélag og svo leiðis. Man finnst það vera, þess vegna held ég að mörgum kannski finnst það gróft þegar að stéttabarátta á allt í einu að snúast vera einhvern veginn á andstæðum póli og barátta þeirra sem eru menntaðir einhvern veginn og að koma upp svona breiðfylkingu þá þeirra sem líta á menntaelítu sem óvinn, það finnst manni ekki vera svona vænlegt til það er kannski vænlegt til vinsælda, sannarlega það vænlegt til vinsælda, það hefur sýnt sig það er rosa, af því þá þarf að kynda undir mikil reiði sko, gagvart og það er alveg auðvelt að finna, finna reiðinni farveg, til dæmis bara hvað háskólasamfélagið hefur brugðist og hvað, það er alveg hægt. Mér finnst vókið stúastöldum það er verið að búa til, í antivókinu, það er verið að búa til einhvern óvinn úr þessum, að vók fólk sé á móti þeim lægst settu. Stéttalega séð, sko. Já, sko, anti-óki náttúrulega rosa áhugavert og því að það líka, eins og hugtakið sjálft rosa fjölbreytt og ólíkt svona, innbyrðis, sko. Þannig að, sko, hægra anti-ókið, sko, snýst stundum þetta, það er svona oft strákarnir okkar, eitthvað við sem ekki gera nóg fyrir strákana, einhver svona ákveðin kemur að því og við sem ekki tala nóg mikið málefni kalla og drengja
og síðan rosalega oft, ég meina klórar þar stundum mjög grunnt í yfirborðið að þá bara kvenfyrirlitning og transfóbía og útlendingahatur sko. Sko vinstra antivóki á þau element líka, stundum klórum að bara aðeins í yfirborðið og það bara transfóbía sem æpir framan í því. Stundum þetta þessi helgisleipja sem fólk mjög miklar áhyggjur af og ég allan að persónulega hef ekki mjög miklar áhyggjur af sko. En kannski ég svona heilagur, ég veit ekki. En sko, og síðan þetta með sko, að sko samanast einhvern veginn einhverju svona elítu hugsun, sko, þetta svona, það sem maður hefur ágjur ofta að vera með svona vanheilu bandalög. Það sem maður sko, eitthvað, við erum einhvern veginn að sameinast að vera á móti einhverju sko, sem í grunninn sko, ég veit ekki, snýst einhverju svona á móti einhverju stemmingu eiginlega, meira heldur en einhverju svona, út af því að ég held að sko aftur, allan að vinstra megin að sko ég held að megin þorri þeirra sem eru anti-woke og tala fyrir anti-woke vinstra megin eru samt sem áður að tala fyrir kvenréttindum og réttindum hinsegin fólks og allt það sko. Ég held að það sé alveg og réttindum, þannig að sko bara móti þessari stemning og einhverjum leiðum sem eru farnar. Já, með þessum praxis sem við nú talum á hann sko. En ég, sko, það sem ég finnst svo vont að sko, það mun alltaf koma upp andof gegn praxis réttlætisbaráttu. Og þegar réttlætisbarátta alltaf að berjast gegn sko ríkjandi normum í samfélaginu. Það það sem hún mun alltaf gera sko. Við erum alltaf sko við erum vön einhverju og það eitthvað normal í okkar samfélagi og við vitum mörg allavega að það ekki réttlátt normal og það spilna við þessu normali skilur vekur upp óþægilega tilfinningar í fólki og þetta þekkir hinsegin báþurtan alveg ótrúlega vel hinsegin fólk var bara að fá að biðja að fá að vera til og helst vera bara látin í friði og og þannig að sko það sem sko meiri hlutin þurfti að gera var bara aðeins að stíga aftur oft sko og jú, náttúrulega voru nákvæmlega lagaréttindi sem þurfti að koma og fóta okkur svona dót sko en þannig að sko við erum að spilna við normum og réttlætisbarátta gerir það alltaf, hún alltaf að spilna við einhverjum normum og hún vekur hjá okkur tilfinningar og það náttúrulega annað sem ég fæst svolítið við í ríkirinu minni sko að sko það þetta svona hrífa og tilfinninga element í þessu öllu saman að við erum líka kljást við bara þegar ég að takast á einhvern sem lýsir einhverju transfóbíu fyrir að tala af transfóbískum hætti í kringum mig og ég svona gældi það aðeins sko að þá ég oft líka að díla við einhverja tilfinningar sem fólk hefur það einhvað það hrætt við eitthvað eða skilur ekki eitthvað og eitthvað svona dót og rosa oft hægt að leysa úr því bara með mjög stuttu og einföldu spjalli sko þannig að þú trúir á spjallið en margir náttúrulega nýta sér þetta svona ráðamenn náttúrulega trumpistar nýta sér raunverulega þennan ótta og þetta óttan við óþekkta og espaða upp sko. Og ég meina hugsaði þér sko bara sko bæði náttúrulega núna eru stóru skotmörkin þau eru fólk á flótta og þau eru transfólk og þetta eru sko örhópar í samfélaginu. Þetta eru svo fáir einstaklingar að það eiginlega ótrúlegt að þeim takist að spilna upp þessar umræði. Ég meina talandi sko, útlendingaandúðina, ég meina við erum sko, á Íslandi eru sko 80% innflytjenda eru að koma hérna efnahagsvæðinu og koma hérna bara með venjulega, þau eru bara að koma hérna að vinna sko. Síðan 10% sem koma utan og síðan 10% flóta og fólk á flóta og þessi 10% telja líka Venezuela-búana og Úkraínubúana sem komu hérna í frekar stórum stíl, mjög skyndilega. Annar hópurinn bara út af stríði í þeim sem við getum kallað nágrannlandi. Það bara mjög, mjög eðlilegt að við séum með stóra hópa af þeim hérna og þetta bara ekki margir sko. Þetta er raunverulega ákveðin óheiðarleiki að raunverulega slíta í sundur röklega samhengið og svona skynsamlega röklega samhengið og svo tilfinninga samhengið og eins og þú ert að segja að það er rosalega gott þegar við höfum sjálf fengið að tjá okkar tilfinningar og það er hlustun á það en þannig er þetta svolítið neikvætt, þannig er einhver svona sem hlustar á
tilfinninga ótta þinn en raunverulega espar hann upp og það slitið alveg á röklegt samhengi sko. Það til og með sko, eitt af lykilshugtökunum sem ég hef verið að greina bara samkennd sko. Og sko þarna birtist í raun og veru svona pínu neikvæð mynd sko samkenndar í því að sko samkennd felst líka bara í því að skilja tilfinningar annarra og það að skilja tilfinningar annarra getur líka verið í raun og veru leið til sko manipuleringar og og það það sem við sjáum rosalega sterkt sko í það sem í raun og veru tala hvernig við nýtum það sem við getum kallað svona pólitíska tilfinningar og svona samfélagslega reiði eða samfélagslega ótta eða eitthvað þannig sem við getum í raun og veru keyrt upp og nýtt til ég mér langar að segja illra verka og og sko og í raun og veru ég meina sko ein leið það sem menntaelitan mjög góð í sem fræðsla sem rosa mikilvæg leið til þess að stemma stigu við þetta og fræðsla þá í skilningunum eins og margir segja ekki bara tróða í þekkingu heldur fræðsla í skilningunum líka sko að hlusta á tilfinningar þínar og hjálpa þér að orða þær og tengja þær við vitsmunina Já, og í raun og veru sko svona bralsinski menntunarfræðingurinn Paulo Freire talar þetta, það kallar á bók sem heitir Pedagogy of the Oppressed kennslufræði kúðu sko og talar með þetta líka sko að sko menntun og fræðsla ekki bara sko ég ekki sem kennari ekki bara hann talar svona bankakerfi sem sagt að ég að í raun og veru nemendurnir eitthvað svona þjónustueining þjónustueining og meðtakendur og ég einhvern veginn að fylla þau á þekkingu einhvern veginn sko heldur að leita leiða til þess að í raun og veru fá fólk til að hugsa gagnrýni og skoða gögn og greina og vera hugsa sjálfstætt og ég svo náttúrulega líka bara lífmenntun ekki bara sko ekki formleg menntun endilega í skólum og ég meina þetta eitthvað sem við höfum svona mista einhverju leyti. Við skulum aðeins ítreka þetta fyrir hlustendur og áhorfendur lífmenntun. Líð, já, mér finnst þessi að vera lífmenntun. Mér finnst það svo skemmtilegt hugtak. Það verður skemmtilegt hugtak, lífmenntun. Já, mennta fólki í lífinu. Já. Skóli lífsins. Já, ég held að það verður skóli lífsins. Senda fólki í skóla lífsins. Lífmenntun. Já, í raun og veru bara svona almennari fræðsla og ég meina einhver leiti stjórnmálasamtök hafa oft staðið í þessu og ég meina verkalýðshreyfingin oft með líka með mikið af fræðslu en ég, maður hugsa sko námskeið og fyrirlestrar sem eru bara opnir eða leshópar og svona, þetta svona það sem maður dreymir að gera meira af eða einhvern veginn að fengja þrífast betur í okkar samfélagi þar sem fólk einhvern veginn leggst yfir og saman ég held að það sé líka svo mikilvægt sko, því að rosalega mikið núna að fólk bara eitthvað horfa á YouTube ég þekki mjög mikið fólki sem horfur á YouTube til að fræðast og það getur verið mjög gagnlegur vettvangur, það rosalega mikið á góða efni þar en þú rosalega oft bara ein með sjálfur þér að horfa á YouTube-myndbandi, taka einhver skrifa hjá þér kannski eitthvað en það gerist eitthvað svo mjög mikilvægt þegar við erum að spjalla saman og þú segir já ég skildi þetta svona og þá svarar þú nei ég skildi þetta hinsegin skilur og við þurfum einhvern veginn að navigera það sko. Þannig að vinna úr þessari reynslu sem hún verður fyrir það að segja og þessu áfalli sem að uppfræðslan getur oft verið dálítið áfall bara sem þarf að vinna úr sko, í samræðinni í áframhaldinu og þú varst í pólitík en ferði doktorsnámast núna nýdoktor og ritstjóri þannig að þú hlýtur þá að trúa virkilega á að skipti máli að fræða og skrifa og ræða málin. Já, ég hef mjög mikla trú á samfélag. Ég hef mjög mikla trú á það að sko og ég held að sé missir af alls konar samfélögum sem hafa verið til og ég held að sé missir af því að við eigum ekki fleiri rými þar sem við getum komið saman ókeypis. Það raun og veru bara bókasöfnin sem standa eftir og hreyfð í þeim bransa. Þar sem við komum saman og erum að ræða og hittast og takast á. Eða kannski ekki takast á. Ég held að það sé ekki alltaf gagnlegt sko. Ég held að við ofmetum svolítið þegar við tölum sko skoðunarskipti sem einhvers konar átök sko, sé ekkert alltaf skaklegt sko. Ég getur líka bara verið mjög kreatív og
En gagnrýnin, allavega svona, kannski ekki átök en þá allavega, jú. Við erum alltaf gagnrýnin, ég held að sé, sko, þú getur verið gagnrýnin og skapandi á sama tíma, held ég alveg regla. Ég held að sé, það svona, sko, við upphefjum rosalega mikið átaka element skoðanaskipta. Á kostnað held ég skapandi hlutans og í raun og veru þess að geta einhvern veginn að vera leita leiða til þess að rækta einhver sko samfélag okkar á milli sem erum í skoðanaskiptunum. Þannig að sko talandi sko aftur svona einhver svona dulda einstaklingshyggju sem birtist í staðan fyrir að líta á samskipti sem einhver dans, þar sem við svona í raun og veru komum saman og erum að reyna að skilja heiminn betur, að þá lítum við á það sem skilmingar eða glímu eða og keppni. Já, þannig að keppni. Og skólakerfi alltaf keppni árangur og allt svona árangur, hver fremstur. Og svo færðu bara plús kannski fyrir að tjá tilfinningar þínar í einhverju, vera með þá vitnisburð einhvern þitt eigi líf, en getur líka fengið algjör á hauskúpu, sem sagt, fyrir það er dálítil áhætta. Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson, heimspekingur og ritstjóri tímaritsins Hugur, sem tímarit heimspeki og var að koma út núna og bara ég virkilega mæli með því fyrir hlustendur og áhorfendur. Mikið af flottum og bara vönduðum greinum. Já, og þetta nálgast, fólk finnur mig á Facebook, það er nálgast einganginn að lesa hann þar. Já, takk fyrir það. Hann mjög svona, talar inn í okkar tíma og þú gerir það og raunverulega talandi samræðu, trúir ekki bara, erum við ekki bara næstu komin út í Platón, það þyrfti bara heimspekingar að vera svona sem víðast svona til að pæla í hugtökum og þarna. Já, maður náttúrulega hefur svona víða skilgreiningu á því hvað heimspekingur þá eru þeir allstaðar, sko. Ég held að fólk sem bara gagnrýnið og sko hefur líka sko að vera sína ákveðna hógverð líka í samskiptum, að vera tilbúin að hlusta og læra af öðrum er rosalega mikilvægt og ég held að bara þannig fólk mætti vera meira af hvað sem við köllum það. Það má alveg heita heimspekingar vínvagna. Ok, filosófíar, vinir viskunar og hlustunarinnar. Þá þakka ég hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir að fylgja okkur eftir í þessu spjalli. Ég heiti Oddný Eir og var að ræða við Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson og Laufey Líndal Ólafsdóttir varpaði samræðunni yfir til ykkar og við höldum áfram við rauðaborðið eftir smástund að skilja samfélagið og samhengið og allt þar á milli. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is